Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Eins og alltaf þá byrð ég þeim að smetla á like og kannski subscribe líka. Ég horfi á tölurnar og ég sé hversu margir eru að horfa á þættina og þessi mikilvægu hluti eins og like og subscribe verða svolítið út undan og það hjálpa mér að dreifa efninu mínu til fleiri ef að þú gerir þetta. En í dag er ég með alveg frábæra gest, konu sem ég er búin að þekkja sem ég var unglingur vegna þess að við vorum skólasystur í Verslunarskólanum og hefum haldið vinskap alveg síðan, dálítið mörg ár, en velkomin Birna Halldórsdóttir. Takk, Þú ánægjan. já, bara gaman að nú erum við bara að setjast í vinkonuspjall Já, og það er eiginlega bara til þess að fræða aðra þessa ævintýramennsku sem þú hefur verið í gegnum starf þitt fyrir Rauða krossinn. já, Af það því já, hefur komið mér á ýmsa skrýtna staði. já, við skildum ekki alveg þegar þú varst að fara af stað í þetta vinkonunnar, hvað þú varst að fara að gera, en hvernig byrjaði þetta allt? Og þetta byrjaði nú á því að ég fór, ég var að vinna hjá hjálparstofni kirkjunar, þarna einhvern tíma miðjan 8. áratuginn Já, og það var eftir Biafra-stríðið og þá var ég að flokka gögn og fara yfir og þá einhvern veginn kviknaði þetta. Síðan var ég ekkert að hugsa þetta neitt meira, svo 1986 að þá sé ég námskeið auglýst fyrir sendifulltrúa hjá Rauða krossinum. Og ég ég sæki nú bara þó svo að það hafi ekki, þá voru sendið hjúkrunarfræðingar, læknar og einhver sérfræðingar, já, verkfræðingar og eitthvað svoleiðis. En svo ég segi bara, ég sæki bara Og ég komst inn. frábært. Og svo þeir sem voru með mér, við vorum alls konar þarna á þessu námskeiði, en það voru bara hjúkrunarfræðingar, læknar og arkitekt sem að fóru svo út í hjálparstarf. Svo ég sagði bara, jæja, það kemur kannski eitthvað til hana mér. En ég var bara róleg og ég var bara að vinna hjá Norræna félaginu út í Norrnúsi og svo bara allt í einu, já, byrjun ágúst 1990, þá var hringt í mig og spurt hvort ég væri tilbúin að fara til Kenía fyrir Suður Súdan. Og ég sagði, já, ég þarf að athuga hvort ég væri frí. Þú ert alltaf verið svo snögg að taka ákvarðanir. Já, bara hoppa á það. Já. Ég meina, hvert tækifæri gefst bara einu sinni. Hárrétt. Og svo fór ég bara í vinnuna og spurði hann, Sighvat yfirmann minn, eða sagði honum frá þessu og hann sagði, þetta er bara tækifæri lífsins. Bara, gakktu bara frá eins miklu og getur og og ég spurði, hvenær á ég að fara? Ég helst á morgun, eins og ég er alltaf í Rauða krossinum. En svo ég sagði, hvað get ég fengið langan frest? Og þá fékk ég þarna viku og akkurat á sama tíma að þá fær sonur minn að hann fær boð að fara í skóla í Vín og og við pökkum okkur saman, hann fór deginum undan mér og svo það var bara að pakka öllu niður og við fórum í sinhver áttina. Dásamlegt. Svo ég þurfti ekki að hafa Dásamlegt. ég þurfti ekki að hafa samviskubit við að fara eitthvað langt í burtu. Nei, En þarna fór ég og var í Kenía, var fyrst í Nairobi í nokkra mánuði og svo var ég sendið upp til landamæri Suður Súdan og þaðan var flogið inn í Súdan. Það var stríð, ættbálkastríð í Suður Súdan. Þetta var áður en að landið var sameinað. já, Og það var Suður Súdan kristnir og Norður Súdan múslimar og það var stríð þar á milli. já, Og þeir náttúrulega höfðu miklu meiri aðföng og þegar og svo að því að þeir voru búin að koma
hvað heitir það, jarðsprengjum og svoleiðis við veginn inn í Súdans og við flugum inn til að aðstoða. Við vorum að dreifa hérna matvælum Já, og hérna og svo einu sinni þegar við vorum þarna þá sjáum við sko ef við vorum að dreifa matvælum út frá þorpinu sem við hérna höfðum aðsetur í og þá hérna sjáum við sko sprengjuflugvélarnar koma yfir á himninum og þær flugu svolítið hátt og það er, já ok, það kemur ekkert frá þeim núna. Svo þegar við erum að leiðin inn í bæinn okkar, þá koma þær tilbaka og við bara sjáum reykjastrókana koma upp úr þessu þorpi sem við byggum í og við sem bara, Svo þegar við komum inn í þorpið að það var náttúrulega búið að dúndra í gegnum allt þorpið og það voru 9 manns sem létust og hérna fleiri sem slösuðust. En hérna MSF Holland, þeir voru með hérna svona, já, spítala. já, Svo að hérna að við fluttum þessa slösuði á spítalan og hérna, en þetta var svolítið, sko þetta er svona næst því að ég hérna, já, að ég það hefur verið í upplifði stríði. áfalli. En Já, það var ekki minn tími, ég var bara hérna, við vorum að dreifa út í feltinu, við vorum að hjálpa öðrum, sko, en þetta, maður veit aldrei, sko, það getur alltaf gerst eitthvað og hérna, en sko það er yfirleitt, sko, þá hefur Rauði krossinn, hann hefur haft, sko, hann er velmerkt svæði þar sem við erum já, og þá eru það, sko, bara að því að við hjálpum öllum, sko, það er engin, sko, mannamunur, hvort sem að það er, já, hvort sem að þeir eru í stríði, hvor við annan, ég meina allir fá aðstoð já, og hérna, svo að það er hérna, já, við erum hlutlaus og það er virt Rauða krossmerki okkar nema í fáum tilvikum og þá eru það einhverjir brjálæðingar, sko. já, ég skil. En það er náttúrulega aldrei hægt að vita hvar þeir birtast. Nei, maður veit aldrei, sko, að það er bara, það getur verið hvar sem er og hvenær sem er, en ég Já. bara, já. En En þetta var fyrsta og ég var þarna í 7 mánuði og fannst þetta alveg ofsalega áhugavert og þarna vorum við upp í þorpi þar sem er hérna, það heitir Turkana þjóðflokkurinn sem að býr þar, sem já, að er eiginlega frumstæðasti þjóðflokkurinn í Kenía. Og hérna, og við vorum alveg þarna upp við landamæri Suður Súdan, sko, og Turkana ættbálkunni, sko, því að það voru náttúrulega Evrópumenn sem skiptu Afríku á milli sín já, og þar af leiðandi að þá er þessi Turkana ættbálkur að honum er þrískipt, sko, hluta af honum er í Úganda, hlutur í Kenía og hlutur hérna í Suður Súdan. já, Svona bara, já, já, þegar já. það er farið með reglustig á landakorti að þá náttúrulega bara, Gerast vondir hlutir. já, Já, vegna þess að það er náttúrulega verið að rífa í sundur þjóð. algjörlega, Já, sko. með því að Það gera er, þetta, sko, já. Þannig að hérna, en sko, Norður Kenía, það er strjálbýlt og það er svolítið frumstætt allt sem þar er ekki rétt. jú, það er bara eyðimörk og hérna, ég man einu sinni þegar ég fór með stúlkunni sem að hérna gerði hreint hjá mér, hún vildi fara með mig heim til sín og hitta hérna fjölskyldun og svona í heim í þorpið og ég fór og svo var þarna búð og við fórum inn í búðina og þar var lítið barn, sko, og bara það öskraði þegar það sá mig. Nei, Það er náttúrulega aldrei sé hvíta mannesku já, að það bara er brás og það er bara, já, vitað, já, já. Þetta minnir mig að það ég var einu sinni í sko Jóhannesarborg í Suður-Afríku og við vorum að taka mynd af hérna, svörtum krökkum sem voru þenni í kringum heimili sem að Nelson Mandela hafði átt sko á sínum já, tíma og svo vildu þau fá að taka mynd af mér að því ég var svo hvít með hvítt hár. já. Veist, og ég Svo átti er að líka, stilla mér upp með þeim sko. já, en svo er líka, sko, að fá að koma við, sko, skinn, Já, já, snerta hvíta. já, Þetta er, hérna, en svo náttúrulega skilur maður þetta hefði manni brugðið ef maður hefði, sko,
Ég með lítið barn eða hefði séð hérna, svarta mannveri í fyrsta skipti að það náttúrulega er bara nákvæmlega eins og manni bara bregður þegar maður sé það sem maður þekkir ekki, sko. Já, já. Mm. En hvernig bjóð þetta fólk? Þú veist, var mjög frumstætt húsin og eldamennskan og allt svoleiðis? Sko, þau bjóð út í þorpunum að það bjöggu þau í svona leirkofum með stráþaki sem að eru snilld. Þegar ég var inn í Suður-Súdan þá bjóð ég í svona kofa Já, og þetta eru hringlaga með hérna, stráþaki og þeir halda hitanum úti. Það er svalt inni já, og það er æðislegt. já. Og hérna svo að þetta er ekkert, sko, þetta er bara, já, eins og torfhúsin okkar. En þetta er byggt samkvæmt hérna aðstæðu. Að sjálfsögðu, sko. Já. Og hérna, og svo var nú út af því að Rauði krossinn var með spítala þarna og Sameinuðu þjóðir voru líka með þarna base, að þá hérna, eða búðir, og Já. þá var sko, þá var búið að byggjast upp, sko, það var þorpið búið að stækka eða byggjast upp þarna í kringum kampinn hjá Rauða krossinum og Sameinuðu þjóðunum að því fólk kom og fór að vinna fyrir þessar stofnanir. Já. Og Rauði krossinn rak þarna spítala og það var náttúrulega tekið við hérna særðum frá báðum hliðum. Já. En þá var fólk farið að byggja sér svona bárujárshús og það var rosalega heitt inni. Það var ekki, en við bjuggum í sko timbur, svona það var bara timburhúsi. Já. Og það var skipt bara í tvennt, sko, við vorum tvær sem vorum, eða það voru alltaf tveir í húsi og svo var klósett og styrta á milli. Og svona verend fyrir framar, svo við gætum setið hérna á þess að sitja út í sólinni. Já. En þetta var ævintýralegt og þegar ég kom þarna fyrst upp eftir og hérna kom inn í svefnherbergið mitt, þá iðaði alltaf lífi. Og ég vissi bara, ó guð, hvað ég ger? Og ég byrjaði náttúrulega að spreyja. Svo ég sagði, nei, nú ætla ég að vera hérna í fleiri mánuði og ég verð bara að lifa með þessu. Já. Og þetta læri maður að lifa með því, sko, og svo eru svona lissard eða svona litlar eðlur. Já. Ef þú ert með eina svona litla eðlu inni hjá þér, þá étur hún pöddurnar. Já, ég veit það. Og það er bara gott. Já, já. Svo hvað kallaðirðu þína? Eðlu? Og hún var bara þarna og græna Það er mín. ekkert nafn. Nei, ég var nú ekki svo hugmyndarík, sko. Nei, ég meina hún horfði náttúrulega alltaf hálfgerð gæludýr hjá þér. Já, ég bara horfði alltaf upp til hennar og var bara, fyrst fannst mér þetta óþægilegt, sko, en svo bara hélt hún sig þarna og á sínu stað og þær er ekkert ángrokkur, sko. Nei, ég veit að þetta er svona eins og þegar fólk, maður kemur til, ég kom með nokkuð sem heimil í Bandaríkjunum sem hafa verið svona út í sveit og svo leis. Já, Þá er alltaf einn kónguló, já, allt, sko. Þannig að þú veist, það er ekki koma við kóngulóna þarna. einmitt, að þetta er náttúrulega ástæða fyrir þessu að dýrin eru þarna, það er einhver tilgangur. Það vinnur saman, sko. Að sjálfsögðu, já. En náttúrulega. En þarna hefst svona ákveðið ævintýri hjá þér eða þrá eftir, ég man sko eftir því að við vorum alltaf, þú komst heim og svo sagðir eiginlega hæði okkur vinkonurnar og svo varstu farin aftur, þannig að þetta var svona. Og ég man að við vorum líka ægilega sjokkir að þegar þú sagðist búið í leirkofa, skilur, þú veist. Já. En við skildum ekki aðstæður. Nei, og það náttúrulega er bara eðlilegt að fólk sem hefur ekki upplifað, það skilur þetta ekki, sko. En það sem að mér fannst, sko, svo áhugavert, þegar, já, fólk hafði það ekkert rosalega gott. Nei. Það voru allir rosalega glaðir, Já. deildu öllu, Já. með hverju öðru. Já. Og ekkert mál, sko, og svo kom ég heim og og sá óánægju svipinn á fólkinu og frekjun í sumum og græðgina og ég sagði bara, það væri nú ágætt ef við myndum bara senda alla Íslendinga í 2 mánuði til Afríku
þá myndir koma brosandi heim. Já, það er sko, það er náttúrulega mikil nægjusemi yfirleitt hjá þessu fólki. Það er það og það deilir með og það er sko, það var nú sjálfsagt hérna, svona var þetta hérna áður og nú erum við Já, bara orðin svo miklir einstaklishyggju einstaklingar að við bara, já. já, Já, það var það og ég veit að sko víða út á landi að þá og það hefur svona gegnum tíðina verið, ef að sjómaður fórst að þá sáu aðrir veiðimenn eða fiskimenn að koma með mat á heimilið og annað þess aftan sko. Þannig að það var svona, já, við hjálpum meira. já, það hjálpaði hvert öðru sko. Já, þannig lifði það af sko. En Já. það er búin að vera svona þarna í Súdan, Suður-Súdan er sko, já, það er náttúrulega búið að vera óeirðir á þessu svæði þar og hérna, ég manna sko þegar ég var að vinna sem leiðsögumaður og fór til Egyptalands að þá var verið að tala að það væri sko í Súdan væri fullt af píramídum en það væri ekki hægt að fara inn í landið út af svo mikið ófriður þar. Já, og svo fullt af olíu. Já, bara það er nóg af öllu. Líka, já. En það er ekki hægt að sinna því út af innbyrðis óeirðum. Já, og þetta er svo sorglegt sko, þetta er svo flott fólk. Já. Og hérna, af hverju þarf það, af hverju þarf þetta að vera svona og þetta er allsstaðar að gera sko, þetta er bara, já, þetta er ekki friðsæll heimur sem við búum í. Nei, en sko þú ert þarna í kringu 1990, 90, og það er náttúrulega sko, þannig að Afríka hefur farið í svona dífu, en svo eru Afríka rétta rosalega úr kútnum þegar menn taka hérna í rauninni sjálfstjórn. Þeir eru ekki undir stjórn. Já, þegar þeir fá sjálfstæði. Já. En svo hérna þar sem að getur stundu, ég vann nú þarna út og inn í hérna, sko þetta var 25 ára tímabil sem að ég var þarna við hjálparstöð og hérna fram og tilbaka, en hérna sko það er eins og til dæmis, ég fór til Sómalíu 93 þegar hérna og var þarna þegar Amerikanarnir kom upp á ströndinu og allir bara stilla til friðar í hérna á viku. Eins og sumir og hérna, og hérna þeir komu inn og það náttúrulega gekk ekki neitt vegna þess að eins og allstaðar sko, það voru þarna stríðsherrar að stríða og svo var sko þegar þú farið óvinnað utan þá stendur þú með þínum. Já. Við myndum gera þetta. Það myndi allir gera þetta. Já, þeir voru saman á móti þeim sko og svo endaði með því að Amerikanarnir fóru út með skottan milli lappana og hefði ekkert gert neitt sko ári síðar. Þetta var hræðilegt sko. Já. Og svo var ég þegar það voru drepnir 4 blaðamenn og ljósmyndarar og það var óhugnanlegt sko. Þá fóru þyrlurnar frá bandaríska hernið sko og svifu þarna yfir og við sem hvað er í gangi sko og svo fengum við náttúrulega að vita hvað hefði gerst sko, þetta var bara og í kjölfara því að þá þyrftum við að flýja frá Mogadishu og þá voru öll Rauða kross starfsmenni þegar það var bara svo mikið, það var svo hérna ótryggt ástandið að bara það var ekki hægt á að við myndum vera þarna lengur. Og fórstu þá heim eða fluttuðu bara bækistöðarnar? Nei, þá fór ég sko, þá var bara loka þarna tímabundið aðstoð fyrir Sómalíu og við vissum ekkert hvernig það myndi opna aftur. Svo ég fór bara aftur upp til Norður Kenía og fór að vinna fyrir Suður-Súdan aftur og fannst rosa gaman að koma aftur á gamlar slóðir. En voru þá ennþá óeirðir á milli ættbálkana? Já. Það var það sko að það var hérna, já, þeir voru, nei sko það voru í rauninni, það voru smá erjur á milli ættbálkana þarna í Suður-Súdan en aðal erjurnar voru á milli sko
norður þarna, múslimana, arabana já, og kristina í Suður-Súdan. já, Svo það hafði ekkert breyst nema að arabarnir að þeir hefðu yfirtekið nokkur þorp þarna í Suður-Súdan. Svo við hjálpum til í þorpunum sem að voru kristin, sem voru á valdi Suður-Súdana og svo kom aðstoð frá Kap, Khartoum, já, Khartoum, sem var höfuðborgin í Norður-Súdan, að þaðan kom hjálp til þessara þorpa sem að voru á já, valdi Norður-Súdana já, eða Arab. já. Voru þeir að ræna konum og börnum eins og maður hefur heyrt annars staðar? Nei, sko það var ekkert svoleiðis. Nei, Þeir voru bara að reyna að komast yfir landi og það var aðalega olían sem að arabarnir, þeir vildu bara ná yfir, yfirráða þarna, já, eins og sumir aðrir já, í dag. já, já, en ég er að segja, sko, þetta snýst alltaf, það er alltaf einhver auðæfi einhver staðar, Já, eitthvað sem að verið er að reyna að komast yfir, hvort sem það eru fiskimið eða olía eða vatn eða hvað, það er það alltaf eitthvað slíkt sem að svona náttúru auðlindir eins og við getum kallað það, sko. það er það. Já, það er alltaf eitthvað sem ásælist. Bitbeinið er alltaf það sem Já. sko þyrfti ekki að vera af því að við ættum að geta deilt þessu á milli okkar. Já, já, við ættum að geta það alveg auðveldlega, en sumir eru gráður en aðrir og það er bara því miður. Já, 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 Já. og það hefur ekki breyst en vonandi er það að breytast. Já, ég ætla að vona það, að Við erum að gera við- bara svona. já, við séum að fara í rétt á. Að það sé, já, það sé í rétt átt, sko. Já. En hérna, heldur þú svo áfram bara að vinna í Afríku? Nei, svo kom ég heim og ég fór í lýðháskóla í Finnlandi í 2 vetur, á milli missjóna. Mér fannst, þetta er svo óeðlilegt líf sem að maður lifir þegar maður er svona út í feltinu. Maður þarf ekki að gera annað en að vinna, Það tekið til fyrir maður, það er eldaði maturinn og svo mér fannst ég þurfi að ná jarðtengingu inn á milli. Já, Og þá fór ég bara í 2 vetur og fór ég til Finnlands, eins og til suður og annars skipti til norður Finnlands á svona, hvað heitir þetta, svona lýðháskóla já, og, og svo fór ég aftur 95, þá fór ég til Azerbaijan. Og var þar í tæpt ár, það var eftir stríðið Nagorno-Karabakh sem var á milli Armeníu og Azera, sem er víst ennþá, já, og já, 30 ári síðar, já, en sem er bara sorglegt, og það var, þá vorum við að dreifa matapökkum til eldri borgara og munaðarlausra og fatlara. Og þar hitti ég elsta fólk sem ég hitti og bara eldhress og ég hitti þarna fleiri mann sem voru yfir 100 ára gamli og ein lítil, hún er mér svo minnist að ein lítil hún var 104, bjóð þarna í einu litlu herbergi en hún var búin að selja teppin sín og bara til þess að hafa fyrir mat vegna þess að já, ellilaunin sem þau fengu eftir hrun Sovétríkjanna að þá það var eins og fyrir einum brauðhleif. já, já, Að þetta var svo það bara, já, þetta var bara, og þetta eldra fólk, það vildi bara fá Sovét tilbaka. já. Af Það því var ákveðið öryggi að hafa, já, það græddi ekki neitt, nei, nei, það bara tapaði öllu. já, já. Það hefði verið svolítið, það hefði verið alltaf mikið erfitt, Já. En einmitt það er svolítið athyglisvert að þú skuli segja, þetta stríð er enn í gangi af því að við heyrum aldrei talað um það. Nei, það er þetta Nagorno-Karabakh, þetta er svæði sem er inni í Azerbaijan en er ég held að meiripartin sé Armenar sem búa þar og ég bara skil ekki af hverju þeir eru að stríða um þetta en það er alltaf koma einhver átök svo jafnast það
og svo blossaði upp aftur og heitti Er þetta trúarlegs eðli? Eh, nei, það held ég nú ekki sko. Armenar eru kristnir og Assyrar eru bæði kristnir og Múhameðstrúar eða múslimar. Já, Svo að ég man ekki alveg núna hvort það er olíið þarna inn í Nagorno-Karabakh eða hvað ég held ekki sko, hann náttúrulega olíðan út í Kaspíahafinu. já, Nóa henni, ég held bara að því að þetta svæði inn í Azerbaijan, þá vilja þeir bara hafa það, þeir vilja ekki gefa það eftir, sko. skil, já, En ég hef nú ekki fylgst með þessu, en þetta var þegar ég var þarna, það var þetta rosalega, og við máttum ekkert fara þarna í næsta nágrenni, sko, við þetta svæði. Ég var að dreifa hjálpagögnu, sko, alveg þarna norður eftir það var alveg svæði sem við máttum ekki fara innan, nálgast sko. nei. Kom þá fólki til ykkar eða fóru þið til fólksins? Við fórum til fólksins, það voru og þegar við erum sko, við vinnum með Rauða krossinum, sko, Rauði krossin byggist upp á sjálfboðaliðum Já, í öllum löndum og það eru þeir sem að sko eru hjálparstarfsmennir okkar sko. já, Að ég við skil, já, komum eiginlega til þess að stjórna hjálparstarfinu og líka til að vera stuðpúðar vegna þess að þegar það kemur einhver hjálp að utan að þá eru svo margir sem eru að reyna að toga í spotta. Og þá er rosalega gott fyrir þessa Rauða kross sjálfboðaliðana á staðnum að segja, nei, ég ræði þess ekki, þú er að tala um Birnu. já, Og það er auðvelt fyrir mig að segja nei vegna þess að ég á enga hagsmuna að gæta. En þetta er rosalega erfitt fyrir sjálfboðaliðana okkar, sko, ef það er engin stuðpúði, sko, sem að þau á geta, milli, já, já. Svo þetta er til þess að hlutirnir gangi eðlilega og þetta fara á þá staði sem að já, á að fara á, já, að þá þarf einhver að vera sko, fólk er átt að segja hvað þeir geta ekki gert það sjálf, geta ekki bara sendt pening, geta ekki sendt, en það er bara ekki svo einfalt vegna þess að þá skilur þetta sér ekki. nei, þá týnist það í leiðinni, Já. já, það gerist það. Það gerist það. Ég man eftir þú fóst þarna og þetta var stríðsvæði, þannig við vorum alveg hérna bara hvað er hún að fara að gera núna? Þannig ég segi svo, þú er alltaf verið svo, sko, eins og ég segi, þú tekur bara ákvörðun og það er alveg frábært. Já, ég hef alltaf sagt sko, bara að grípa gæsina þegar hún gefst. Já, sem er stórkostlegt. En hvert fórstu svo eftir þetta? Sko, svo kom ég heim og þá fór ég í 1 ár til norður Noregs og bjó í sjávarsamabygðum og var að læra handverk og samísku og alls konar, skemmtilegt. Talarðu samísku? Ég er allavega með eina háskólagráði í samísku. Ok. Er það í tungumálinu þeirra? Já. Og hún er sko, það er að sama meiði og finnska og eistneska, en það eru sko 8 ólík samísk tungumál. Svo en það sem að ég lærði þarna, norðursamíska, en það er það sem að flestir tala. Ég skil, er það líkt íslenskunni eitthvað? Nei, þetta er bara allt annað sko. Já. Þetta er hvað heita indó-úgríska mál sko, ungverska er í þessum málaflokki. Já. En það var voðalega gaman. Já. Ef þú ert ekki að hjálpa þá ert að læra. Já. Já. En svo þegar ég kom heim þarna, þá voru pappa og mamma orðin svona svolítið lélegir, svo ég ákvað að vera heima og eitthvað þurfti ég að gera með ég var heima, svo ég fór bara í mannfræði. Já, en þú fara að læra það sem þú varst í rauninni þegar búin að læra svo mikið um. Heyrðu, já, það var svo fyndið að fyrsti ættbálkurinn sem að við lásum það var ættbálkurinn í Suður-Súdan sem að ég hafði búið hjá. Já.
Svo þetta var alveg bara, ég sagði bara já, og þetta svaraði fullt af spurningum sem að ég hafði, sko, eftir að hafa Já, verið hérna. já, Svo að, hérna, það var voða gaman, en ég náttúrulega, sko, jú, þetta var spennandi að læra mannfræðina, því að ég var náttúrulega búin að fara víða og búa með alls konar fólki, já, svo að þetta var gaman að þessu. já. Það er frábært, það er frábært. En þú hérst eitthvað áfram svo í Eftir reyðfötum. mannfræðina? Já, Já, svo var ég sko, svo náttúrulega eins og gengur að gerist hjá mörgum að það dregst að skrifa ritgerðina, klára, loka ritgerðina og já, ég var svona að bögglast með hana og skrifaði um sama hérna í Norður-Núri, átök þeirra á milli, það er alltaf átök alls staðar. Heyrðu, og hérna, svo og svo kom þarna Haítí, þarna jarðskjálftinn á Haítí 2010, eða þarna, já, já. og ég hugsaði, já, heyrðu, ég bara tek mér smá pásu og fer, og svo bara gaf ég kost á mér og við fórum þarna út og ég fór þarna bara rétt eftir, sko, áramótin og þá vorum við að, þá fórum við hjá, það var ömurlegt ástand þar, sko, og það Já. var alveg, nei, býttu, var það í 2000, nei, það var ekki, ég fór til Indónesíu, auðvitað, það var 2000 eftir jarðskjálftana í Indónesíu, nei, eftir tsunami. Það var það sem að, já, ég er að rugla, en ég fór 2010 til Haítí, en allavega, 2005 í janúar, þá förum við til Indónesíu og það var, sko, við vorum þarna á Norður-Súmötru og það var ofboðslega, átakanlegt, sko, vegna þess að það voru 150.000 mann sem dóu þar, mjög lítið talað um það, vegna þess að þetta var ekki ferðamannastaður. 150.000 manns. Já, 150.000 mann sem dóu, það þurrkaðist út alveg, sko, bara heilu svæðin. Vá. Og skip kom upp á land og stærðar skip og hús færðust úr stað og svo þegar við vorum að koma, þetta var svo stutt eftir þetta gerði, sko, að þá var verið að safna saman líkum, sko, þá var vatnið að sjatna og það var, sko, og það var líklykt út um allt og ég bara því tala um þetta og finn ég lyktina, sko, þetta var ofboðslega sterkt, sko, og þarna vorum við að hjálpa, sko, fólk náttúrulega misti allt, það bara fór og og það var byrjaði að dreifa mat, sko, því það náttúrulega átti ekki neitt, svo vorum við að dreifa tjöldum, svo vorum við að dreifa, fatnaði og svo fór ég í könnun og spurði fólk hvað það þyrfti á að halda og þá hafði náttúrulega enginn athuga, sko, með konur og brjóstahaldara og nærbuxur Já. og annað sem að sko, já, það hugsaði bara enginn í það, svo ég bara sagði, heyrðu, vil ég gjöra svo vel og senda hann náttúrulega var ekki neitt með neitt, sko, það var ekki nóg að fá bara blússu og pils eða eitthvað utan yfir sig að það þurfti líka undir fötin, sko, Já. og það var líka fyrir kallmenn, sko, það var sama. Þetta er rosalegt, sko, þegar fólk missir allt. Já, þetta var bara þurrkað út og það var, sko, þetta var svo skrítið að horfa yfir þarna stór svæði, af því þetta er svo flott þarna nyrst á Súmötru, Já. að það var eins og, sko, við fórum, svo þurftum við að fara þarna út í eyjar líka og þá hittum við þarna sjómann og hann hafði, sko, hann hafði verið út á sjó þegar þetta gerist, hann náttúrulega finnur ekki fyrir neinu, af því hann bara fylgir öldunni og svo var svo þegar hann kemur að landi að bryggjan farin, allt farið. Já. Og húsið hans, konan hans, börnin hans, nema einn lítill drengur sem hafði farið í heimsókn ofar í bæinn, í Bandacé, höfuðborgina þarna, að þá hafði hann verið í heimsókn hjá vinum eða ættingum og þeir voru bara 2 eftir feðgarnir í fjölskyldunni.
þetta var, en svo þetta eru múslimar þarna Já, og þeir eru, heitir þetta ekki forlagatrúar? jú, jú. Já, og mér fannst, þeir voru svo æðrulausir að ég bara, þetta var ótrúlegt hvernig þið tóku þessu, að þeir voru ekki að kenna sér að akkur lifði ég og ekki Já, já, eins og mamma ég. eða bróðir Já, eða að mhm, það var bara æðri máttavöld já, já, höfðu með þetta að gera, ekki ég. já, Ha. já. En Bara, þetta var, já, já, þetta var það var mjög áhugavert að að fylgjast með því. já, Já. og ég var þarna í 3 mánuði og við fóruð þarna út um allt til þess að hjálpa til og gera það sem við gátum gert, Já. fyrir, Voruð þið líka að hreinsa brak og eitthvað þess aftar, voruð þið líka nei, við vorum ekki að því, það voru aðrir, það var náttúrulega allt fullt af hjálparsamtökum sem komu þarna Já, og svo fór þetta, ég var náttúrulega bara í fyrstu í byrjun, svo fór Rauði krossin í það að byggja svona bráðabirgða híbýli, bráðabirgða hús fyrir fólk svo að geti komist inn einhvers staðar, já, að þyrfti ekki að vera í tjöldunum. Og svo voru aðrir sem voru að gera báta með innlendum aðilum og eða hjálpa til við það svo þeir gætu að fara út á sjóinn og farið aftur að að veiða og svona, já, veiða, já, að það koma þessi svona aðeins fótunum undir, já, kenna mann að vera Samfélagið. fisk, það Já, ekki gefum sér sjálfur, já, já, sem þetta hefur ekki þurft, ef það hefur þurft bát til þess að það væri hægt að já, veiða. já, þetta bara, en svo náttúrulega eins og er bara því miður allstaðar, að þá er bara spilling allstaðar og það er alltaf einhvers staðar þar sem að sem að peningarnir fari ekki alveg á rétta staði en við erum náttúrulega þarna til þess að komi eins mikið í veg fyrir þetta eins og hægt er, Já, já. Það er mjög merkilegt þetta með spillinguna. Þetta er bara rosalega, þetta er svo sorglegt, að að þetta skuli vera bara, ekki bara, já, þetta skuli vera allstaðar. Það er allstaðar, hún er allstaðar, spillingin, hún er allstaðar, það fer ekki milli mála, sko. En svo ferðu til Haítí, er það næsta stopp á eftir þessu? Hvað gerði ég Já, næsta stopp á eftir. Já, þá var ég, þegar ég kom frá nei, ég fór til Malaví 2006, þegar ég var búin að klæra ritgerðina mína. Þá fór ég til Malaví. Já, Og þá fór ég bara, og þá átti ég bara að vera í 6 mánuði, það var fæðu uppskera eða uppskera brestur og við vorum að dreifa mat, svo tekur alltaf tíma að fá pening, þegar við erum að safna og svo var komið fullt af pening þegar uppskera var að koma, svo þá fórum við bara í það að aðstoða þorpin við að setja upp matjurtagarða fyrir utan þorpin, unnum með þorpunum og sem bara, við ætlum að vinna með ykkur, við skulum gera brunna og og skaffa ykkur fræ, en þið útvegi landsvæði fyrir eða þú veist, ræktanlegt land. já, Og þetta er nefnilega, þetta er skemmtilegasta verkefni sem ég hef gert og þetta gerði ég líka í Gambíu og þetta gefur manni svo mikla von, þarna er fólkið að vinna, það er að rækta já, og það sem að það borðar ekki sjálft, það getur að selt út af vegakanti, já, það er allstað að vera að selja já. og þetta einhvern veginn, já, það er svo gott þegar fólk fer að bjarga sér sjálft. Já, að því það náttúrulega ómikið hjálpast gefur það verkum að fólk kannski hættir að reyna að bjarga sig sjálf. Það gefur auga leið. Ég meina ef þú fær hlutina að þess að þurfa að hafa nokkuð fyrir því, þá náttúrulega bara gerir það og situr bara heima og letið leiðast. Nei. Það liggur við, Já, það er svona slæra á sjálfsbjargaviðleitnina. það gerir það, ef þú þarft ekki og ég meina það er bara með allt og alla. Ég meina, Já, já. ef maður fengi allt upp í hendurnar,
þá myndi maður náttúrulega bara, já, takk. Já. Maður er þess að, sko, já, það vantar tilgang, ef að það væri, sko. Já, Já. og þegar þú hefur ekkert, sko, ekkert að vinna, ég meina til hvers að ég er að vinna, ég þarf það ekki, en, ég veit það ekki. Nei, ég Já. náttúrulega get ekki verið vinnulaus eða atvinnulegs. Nei, Ég vil alltaf gera eitthvað. maður er bara af þessari kynslóð sem er alveg fyrir það að vera alltaf að gera eitthvað. Já, 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 alltaf að hafa eitthvað fyrir að stafni. sitja því algjörlega, sko, ekki að sitja auðum höndum. Nei, það er ekki, það er alveg bannað, sko. Það er alveg bannað. En hvernig var aðkoman á Haítí þegar þú ferð þangað? Hún var náttúrulega bara hryllileg, sko. Ég kom þarna, já, bara stutt eftir að Það er ekki bara eitthvað 4 eða 5 dögum eftir að, jú, það var svo mikið. þetta var bara, sko, og þetta var svo skrítið, sko, þetta var, þegar er jarðskjálftar, sko, að þá sko, bara, þetta var óhugnulegt að sjá, þetta var eins og, þetta var svolítið öðruvísi en á Súmötru, í Indónesíu, að vegna þess að þar voru ekki svona háreista byggingar, en á Haítí það voru sko það voru vöruhús og það voru blokkir og það voru blokk sem að sko bara fyrstu 2 hæðirnar hefðu fallið saman og og maður segir, bíddu, já, eru 2 hæðir þarna undir og svo vöruhús að það var allt orðið skakt og þetta var alveg bara, þetta var ótrúlegt að sjá. Og svo náttúrulega bara, já, þetta var, og svo gætt verið sko 1 hús sem stóð upprétt og svo bara voru bæði húsin sinkurum með við að þau bara hefðu hraunið á húsin sem Á stóð. húsi sem stóð, já, já. Og þetta, Það var ekki sprungur í jörðinni. nei, ég bara nei, það var það ekki. Það er svo, Ég man ekki til þess að hafa þurfti að passa upp á það. nei. En það var bara jarðvegurinn öðru setur en er hjá okkur. Náttúrulega hjá okkur hafa komið sprungur eins og í sambandi við Grindavík og svona. Já, einmitt, ég held, nei, ég man ekki eftir að hafi verið neina sprungur í göttunum eða í á leið okkar, sko. Bara þessi svona Bara að, sjokki, já, sko, já, það er eins og hafi bara allt farið á ferð, sko, og flug, en svo bara sjatnað já. og já, ég man ekki eftir neinu svona ég hefði nú munið eftir að það hefði verið. Já, 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 já. En það var svolítið mikið mannfall þarna líka. Já, það var það, en samt ekki eins og þarna í tsunami, Nei, sko. nei, nei, En nei. en það var sko, sko það hrundi byggingarnar, sko, og það var þetta, og allar, sko, það eyðilagðist eiginlega, sko, infrastruktúrin, sko, Já, hvað heitir rafmagnið og vatnið og allt. Já, og líka bara sko stjórnsýslan, hún hrundi vegna þess að byggingarnar hrundi og allt fór í uh, já, allt fór í köku. Já, já, já. Svo það var náttúrulega, og svo fyrir utan það er rosalega spillingarna sem að var náttúrulega sem við þurftum nú aðeins að eiga við, en það er opbáslega erfitt að koma inn á stað þar sem að er mikil spilling, sko, og það er alltaf einhverjir sem að ætla að fá einhvern ávinning að því sem eru verið að gera. Nakkakrókin, já, Algjörlega, já. já. En við gerðum okkar besta og svo sko ég fór þarna fyrst og var í 2 mánuði og svo fór ég sko, eða rúma 2 mánuði og svo fór ég aftur seinna og þá var ég að vinna sko, finnski og þýski Rauði krossinn hafði sett upp sjúkrahús á íþróttaleikvangi og og þá var ég þar sko, var ég að vinna á sjúkrahúsi sem einhver, já, hvað heitir þetta?
allavega þarna að stjórna þessi batteríi. Birgðastjórnun eða einhverju svoleiðis. Nei, ég var eiginlega, hafði með starfsfólki að gera og aðföng og já, að það Já, sem ekki var hvað heitir þetta? Meðul og annað. já, ég skil. Það var Já, náttúrulega hjúkruna já, já, og lífin læknarinn. og annað þess þáttar. Og Já, þarna byggum við í tjöldum sko og inni á sjúkrahúslóðinni. Og svo var verið, sko, var eiginlega, þetta var þarna í lokaárs, og þá var verið að loka spítalanum og það var svolítið erfið. Og svo náttúrulega voru allir að reyna að fá eitthvað út úr þessu, sko, og það var það var verið að brjótast inn og brjótast inn í tjöldin, sko. já, Og það var ráðist inn í tjaldið mitt, sko, ég vaknaði bara við að það var einhver að tína til tölvuna mín og myndavélina og allt það og ég bara mig brás og ég öskraði upp og ég bara út úr rúminu og fældi náttúrulega manninn eða manneskuna í já, burtu og og hún misti myndi eða hann misti, þetta var ábyggilega maður, hann misti myndavélina eitthvað staðar á milli tjalda og tölvun, hann þurfti að klifra yfir vegg, sko, svo já, hann fór ekki með tölvuna, svo ég misti ekki neitt, en það voru aðrir sem mistu annars sem hefðu bara sofið í gegnum þetta, sko, þeir voru búin að fara í gegnum tjaldin. ég skil, já. En þetta var óþægilegt, sko, ég fekk svona svolítið martröð á eftir, en Ég skil það vel. þetta er svona með því óþægilegra sem ég hef upplifað. En Já, það gerðist svo ekkert meira svo bara svo bara kláraði heyrði ég ég áfram. kláraði ég mína vakt, sko. Já. En þetta svona með síðustu ferðunum sem þú ferð fyrir Rauða krossin? Nei, svo fór ég sko að bytja 2010, 2012, þá fer ég 2010, 11, 2012, þá fór ég til Gambíu og þá var uppskerubrestur og þá gerist sama og gerist í Malaví því ég er þar sko að þá kemur peningurinn hann að berast inn sko og svo þegar að uppskeran að koma aftur að þá komið fullt af pening og þá fórum við líka í svona grænmetisgarðagerð Átað, já, ég skil. og að gera almennilega brunna. Já, Og því svona þessi brunnar sem að bæði voru í Malaví og í Gambíu, þá var þetta bara handgert, þetta og bara hlaðið svona steinum en við gerðum bara almennilega borhólur og steyptum og svo þetta væri varanlegi brunnar. já. Og Og þannig, niður í vatn? já, sko það nóg vatn niðri, það er bara spurning hvað þetta bora djúpt, sko. Og svo, og vatni náttúrulega bara, og svo var sumstaðar, sko, bæði í Gambíu og Malaví, að þá gátum við sett svona áveitukerfi, sko, frá ánni, við gátum fengið vatn úr ánni, Já, ef já, þetta var nálagt, þá gátum við sko farið ofar í landi, sko, heldur en fólkið hafi verið að bera fötur eða eitthvað svoleiðis, sko. já, Svo þetta var mjög skemmtilegt að gera svona vegna þess að þá hefur maður tilfinningunum að sé að gera eitthvað sem að verði varanlegt og að fólk finni fyrir aðstofanir, sko, að sé ekki bara að metta svanga maga, heldur þetta svona þar sem að breytir gefur aðeins. tilverunni hjá fólki, já. 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 En segð mér, veiktistu aldrei? Ég meni, þú varst í ókunnu umhverfi og þú varst í Já. alls konar pöttum og þú férst aldrei matareitrun eða varðist veik af vatninu? Jú, sko, í fyrstu ferðin minni, því ég var í Nairobi, þá fór ég út að borða með kollegum mínum á flott hótel og ég borðaði jarðaber og ég vissi leiði ég var búin að borða jarðaber að þetta fór illa í mig og þá fékk ég bara svona rosalega í magann. En það var eina, sko, ég borðaði upp í Suður-Súdan, það borðaði ég með fólkinu, sko, geitakjöt, sko, það borðar allt mjög steikt og soðið. Já, já, þannig það ekki neitt svona hrátt sem að það Nei, nei. og þá maður alveg öruggur, sko. Já, já. En svo í Malaví, að þá fékk ég tvisvar malaríu. Tvisvar?
Já, og annað skipti, sko, þá hef ég verið búin að fá bakteríun í mig. Ég fór heim með þarna með einu jólin. Ég var hérna í 2,5 ár, sko, og þá nú var ég bara heim með jólin og svo þegar ég kom út aftur að þá fann ég, sko, þá var ég svo slöpp að ég bara, misti nú ekki alveg ráð og rænu en fór náttúrulega upp á spítala og þá var ég komið með malaríu og þá fekk ég bara lyf við því og þó að ég hef alltaf tekið malaríulyf en ég man ekki hvort að ég var að því ég var svo lengi þarna, hvort ég sleppti því bara. Já, hvort þú hefur verið orðin kærulaus. Sennilega, sko, af því að það var ekkert sem beit á mig, sko. Allavega lítið, þú veist, þannig að það er náttúrulega... Já, ég náttúrulega bara get ekkert kvartað, sko, eins og ég segi, annars skipti sem ég fekk malaríu, þá varð ég ekkert rosa veik, sko, en þá varð ég bara hundveik. Já. En ekki það veik, ég þyrfti að fara á spítala, sko. Nei. Nei, við Það vorum... er ótrúlegt, því það er auðvitað að tala um að þetta sé eitthvað það alvarlegasta sem getur komið fyrir hjá fólki. Já, ég er bara svona hörð. Það fer ekki á milli mála, það er gamli víkingurinn í þér. Já. Það er bara svoleiðis. Og ertu þarna sko eftir Haítí, ertu þá að hætta eða hvað? Nei, sko, þá ég fer svo út til Gambíu og er þar í tæpt ár og svo kem ég heim og þá sko þá fór ég svo í leiðsöguskólann að því að það var næsta já, að því að þegar maður er 65 ára þá hættast tryggingafélögin að taka áhættu að tryggja fólk sem er að fara út í óvissu, svona mikla. Ég skil, já. Og sko síðasta fulltrúaferðin sem ég fór í svona 2015 og þá í október þá fór ég í 1 mánuð í svona þarfakönnun og þá voru á 2 svæðum í Eþíópíu að það höfðu verið miklu þurrkar og við vorum að fara að kanna hvernig væri hægt að aðstoða á hvern hátt og hvað væri mest þörf á. Svo það var síðasta ferði mín fyrir Rauða krossinn, sko. Og svo fór ég bara út í ferðamennina, sko, eins og margir. Já, það eru mjög margir sem gera það einmitt á þessum aldri, 65 eða fer í kring, sko. Já, og svo bara tók ég meira próf því ég var 70 og nú bara get ég verið driverguide og haft rosa gaman. En hefur þú nokkuð verið mikið að vinna sem driverguide? Hefur ekki bara verið í að vera leiðsögumaður? Sko, mestmegnis hef ég verið það, sko, vegna þess að ég vil ekki vera driverguide í lengri ferðum. Ég bara er driverguide í styttri ferðum. Já. Og og það náttúrulega er minna heldur, sko, mér finnst rosa gaman að fara í hringferðir og fara í langar ferðir. Já. Af því að þá kynnist maður fólki og mér finnst svo gaman að ferðast Ísland. Mér finnst það alveg sammála þér, það er æðislegt. Svo en sko í sumar að þá fór ég sko í nokkra svona dagsferðir, driverguide-ferðir. Já. Og þetta er alltaf jafn gaman, sko. Sko, fólk er alltaf skemmtilegt og það er alltaf gaman að segja frá landinu sín. Mér finnst það að vera história. Ég hef líka tekið eftir því að þegar maður getur sett inn sögur af eigin upplifun og æfum sem maður hefur sjálfur farið í gegnum á landinu, þá finnst fólki það mjög mikilvægt að tengjast landinu svoleiðis. Alveg rosalega, sko, og það finnst, sko, og það náttúrulega eins og þegar við erum í útlöndi, sko, þá finnst okkur gaman að heyra fólki sem er frá staðnum og getur sagt okkur eitthvað persónulegt. Og það er náttúrulega alltaf öðruvísi þegar maður getur komið með eigin upplifun og fólki finnst það rosalega gaman. Já. Svo já, þetta er
En nú er ég eiginlega, sko, ég nenn ekki að vera í vetrarferðunum lengur. Nú tek ég bara sumar, eða vor og haust. Já, það er líka mjög fínt. Þetta er bara, já, já, það er alltaf jafn gaman, það er alveg sama hvenær maður er. En Já, þegar ég var að byrja fyrst, sko, þá var ég náttúrulega bara þá voru norðurljósaferðirnar alveg, það var brjálæði að gera í þeim og fellega gaman. já, já, að sjálfsögðu, ég minn það er það, já, já. Þannig að þú er búin að fara, svo þú ert svona aðeins að slá af, Já, að breyta. já, 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 og svo maður getur ekki endalaust vera á fullu. Og svo eru takmark fyrir því hvað maður þéna mikið, sko, til þess að skerði ekki þennan lífeyri sem maður fær. Sem er ekki neitt. eins og Nei, það er. einmitt, sem er smánarlegur, Já, en og þess vegna fór ég í þetta, sko, ég sá ekki fram á að ég gæti lifað af þessum lífeyri sem ég fekk frá lífeyrissjóði Verslunarmanna og Tryggingastofnun, að þetta er bara upp í nös á ketti, sko. já, Þá getur maður getur ekkert gert, maður verður að snúa hverju krónu við já, og getur ekkert gert aukritis. svo Svo saman. að þess vegna fór ég nú í leiðsögu námið og líka því að ég hafði verið að leiðsegja því ég var að vinna hjá Norræna félaginu og Norræna húsinu að þá hafði ég alltaf verið að leiðsegja og skipuleggja ferðir svo að þetta náttúrulega lá bara við. Þetta var næsta skref, Já. já. En svo er eitt sem þú gerðir hérna núna fyrir skömmu síðan og það var þú fórst að læra húsgagnabólstrun. Nei, það var Það ekki var ekki húsgagna svoleiðis. bólstrun, ég er að bíða eftir því. Sko, ég fór í húsgagna viðgerðarnám Já, eða húsgagna viðgerðarnámskeið og gerði upp bara borstofusettið pappa og mömmu sem að ég fekk, alla stólana, reifði á í sundur, limdi á saman aftur og pússaði og pússaði upp allan skengin. Og svo tók ég næst eldhús húsgögnin mín, sko, og þá pússaði ég upp borðið, sko, það er máluð, máluð borðastólar og svo ég bara tók það líka í sundi, það var orðið gamalt og þeir voru farnir að jugga stólarnir og tók þetta bara í sundur og límdi þetta og þetta var rosa gaman. já. En það er sko, það er bara að láta sér dett í huga að fara að gera þetta. Já, sko, ég hafði ekki efni að láta gera þetta fyrir mig, Nei, ég skil, svo já, þá var ég bara að gera þetta. já. Þú vílar ekkert fyrir þér, það er alveg klart mál. En Já, svo en hefur verið á Vestfjörðunum núna upp á síðkastið alltaf eitthvað á. Já, sko, nú erum við erum 3 Rauða kross vinkonur sem erum búin að vera núna í 4 ár sem sjálfboðaliðar í eina viku sem safnverðir í listasafni Samúels Jónssonar Já, í Selárdal já, sem er rosalega gaman og þar hittir maður ofboðslega mikið af fólki. já, Og svo náttúrulega því að þetta er svo bara, þú veist, út á hjaraveraldar og svo er kaffi og hjónabandssælar sem við bjóðum upp á og þá náttúrulega sest fólk og það spjallar og það er fólk sem hefur hitt ættinga, fjarskylda ættinga, hefur ekki saman ættir sínar og svo. Þetta er sko ævintýri líka, sko. já, ég trúi því. En á svona stað eins og hérna, þetta listasafn, er mikið af innlendum eða mest erlendum ferðamönnum sem koma? Nei, það bara skiptist, sko, það er eiginlega meira af innlendum. Það er dásamlegt. Já, mér finnst Þetta- það bara æðislega gaman, sko. Já, En svo eru náttúrulega útlendingar sem að koma þarna líka, já, já, en sko það er fleiri Íslendingar sem koma heldur en útlendingar. já. Ætlar að vera þar í sumar? Að sjálfsögðu. Og svo prófum við nýtt í fyrrasumar, sko, því að við erum alltaf með svona útsjón bara að kíkja á einhver önnur ævintýri Já, og þá vorum við í fyrrasumar og þá vorum við svona sjálfboðaliðar á safnasafninu á Svalbarðseyri sem já, að er þarna, sko, eftir að göngin komið þarna, veglega göngin, að þá
hefur þetta svolítið sko, að því þetta er hérna á Svalbarðseyri, að þá hefur þetta hérna eiginlega, Orðið það útvíða? gera, já, það er ekki í leiðinni ef þú ert að fara göngin sko. En Nei, svo náttúrulega sumrin að þá keyrir fólk þarna Svalbarðseyrin og fer yfir Vaðlaheiðina. safnið, er það ekki hérna þær sem eru svona stórar, fulla, Jú, sko, það er hérna, jú, það er sko, þau fengu allar stytturnar sem voru þarna inn í Eykjuvogi sem að, guð, hvað hét hann, hérna, Ragnar, ég man eftir að við fórum að skoða þessa styttu því ég var krakki, fullu garður af styttum já, já, og hérna, og svo er eitt svona alveg risastór kall sem að er hérna, sem að tekur á móti öllum sem að já, koma. já, 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 Já. ég kom þarna í sumar sko. Já, en Síðasta þetta sumar. er sko, þau eru hérna búin að gera þetta svo fallegt sko, hann Níels og hann, ég minn einu, Jóhanna, Já, og hérna, og þau sko, sko, allt sem að þau eru búin að, sko, það er svo mikið sem að hefur sankast að þeim og svo eru breytilega sýningar, af já, hverju breytaðum sýningar, það er grunnsýning er þarna sýningin sem er í búðinni, já, þarna já, íslensku þarna, já, já, og svo er þarna, og stytturnar sem að Ragnars, og svo er þarna, brúðusafnið. já. Önnur sýningarými, þá skiptaðu út sýningunum og það er svo skemmtilegt og við ætlum að vera það líka í sumar. Já, og farið þá bara saman nokkrar eða, Við erum bara þrjár, við erum þrjár vinkonur, ég, Helga og Huld, sko, Rauðakrossvinkonur já, og hérna sem að byrjuðum þarna í Selárdalnum, sko, já. og svo erum við komna líka í safnasafni, við tímum ekki að sleppa Selárdal, sko. Ég sjálfsögð ekki. Það verður að vera í hjónabæðsælinni, sko. Já, það þýðir ekkert annað, Það er sko. alveg nöðsynlegt. Heyrðu, sko þetta er alveg dásalega spjall og við getum örgulega að halda áfram að tala í hálftíma eða 3 korter eða hvað veit hvað við viðbót. Og ég bara þakka þér alveg rosalega vel fyrir að taka svona jákvætt í að koma í þáttinn til mér þegar við sátum í saumaklúbb fyrir ekkert mörgum dögum síðan og hérna að bara þetta er búið að vera frábært. Bara takk kærlega fyrir því að þú ert búin að upplýsa mig og rifja upp svo margt sem þú auðvitað hefur sagt mér áður. En ég held að margir verði mjög forvitnir að hlusta á þetta. Heyrðu bara, það mín er ánægjan og það er bara alltaf gaman að upplýsa fólk og segja fólki frá svona öðrum upplifunum. Já, Takk fyrir Gunnar mín. takk sem leiðis.